Við ætlum að færa okkur hérna aðeins til. Já, Geir Haarde að koma hérna, ætlar að tala við okkur. Hver niðurstaðan? Stoppið þess. Komin einhver niðurstaða? Ég vil aðeins greina ykkur frá því að það niðurstaða milli okkar formanna stjórnarflokkana að þessu stjórnarsamstarfi sé lokið. Var þetta einróma ákvörðun í þínum þingflokk? Við höfum rætt saman helgina og í dag við formenn flokkana og það fyrst og fremst eitt skilyrði sem að Samfylkingin setur sem að óaðgengilegt fyrir okkur sjálfstæðismenn og það það að stjórnarforustan flytjist frá sjálfstæðisflokki til Samfylkingar. Það var ekki samið þegar að gengi var til stjórnarsamstarfsins og kemur ekki til greina af hálfu okkar í sjálfstæðisflokknum. Það hefur ekkert kannski farið á milli mála að það hafa verið mikil innanflokks átök í Samfylkingunni upp á síðkastið. Þau hafa gert okkur erfitt fyrir í samstarfinu. Ingibjörg Sólrún hefur þurft að vera töluvert fjarverandi vegna sinna aðstæðna og það reynslan að fjarvera hennar hefur alltaf að þeir virðist mjög neikvæð áhrif á hópinn og við sáum það í síðustu viku með fundinum sem haldinn var í Þjóðleikhúskjallaranum og öðrum atburðum á vettvangi Samfylkingarinnar að þar stemdi hugur manna í stjórnarslit. Þetta vonbrigði? Við teljum að það hefði hins vegar verið málefnalegur grundvöllur fyrir áframhaldi. Stjórnin hefur unnið vel og skipulega frá bankahruninu að því að undirbúa endurreisn og uppbyggingu í samfélaginu. Það hafa verið það bil 100 atriði, lagabreytingar, reglugerðarbreytingar og stjórnvaldsákvarðanir sem að hafa komið til framkvæmda eða verið ákveðnar á þessum tíma. Auðvitað ekki hægt að gera kraftaverk á hverjum einasta degi, allir sjá það, en stundum stendur upp á okkur svo krafa að gera það. Ég vil bæta því við að ég vil þakka Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur persónulega fyrir það samstarf sem við höfum átt, sem ekki hefur borið skugga á. Ég tel að það samstarf hafi gefið afar góða raun og ég þakklátur henni fyrir okkar persónulega samband á meðan þessi ríkisstjórn hefur setið. Það sem tekur nú við það að ég mun hafa samband við forseta Íslands og ganga á hans fund, vonandi seinna í dag til að biðjast lausnar fyrir mig og mitt ráðuneyti. Ég mun áður reyna að eiga fund með formönnum allra stjórnmálaflokka hér á Alþingi til þess að fara yfir stöðuna í þeirra hóp og ég tel að eina raunhæfa niðurstaðan núna úr því sem komið sé einhvers konar þjóðstjórn þar sem að flestir eða allir flokkarnir koma að. Því miður hefur það gerst sem að ég óttaðist allan tíman frá því að bankahrunið varð í byrjun október að stjórnarkreppa myndi bætast ofan á efnahagskreppuna og fjármálakreppuna. Því miður hefur þetta nú gerst. Ég tel að Samfylkingin hafi ekki haft þrek til að ljúka þessu samstarfi með eðlilegum hætti og ganga til kosninga í vor. Það verður að skrifast á hennar reikning. En núna skiptir höfuðmáli að við missum ekki úr taktinn í efnahagsáætluninni sem í gangi á okkar vegum og alþjóða gjaldeyrisjóðsins. Skiptir mestu máli að við töpum ekki frekari tiltrú út á við og að stjórnmálaöflin í landinu komur sér saman að stjórna landinu með ábyrgum hætti fram yfir kosningar sem væntanlega verða í maí. Þetta verkefni núna framundan og við sjálfstæðismenn að sjálfsögðu hlaupum ekki frá því. Eru þið tilbúin að sitja með ráðherra í þjóðstjórn? Við erum tilbúin til þess, já. En þetta vonbrigði, Geir? Nei, undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Þetta vonbrigði, Geir? Þessi málalokk? Já, auðvitað það vonbrigði. Ég hafði gert mig grein fyrir því allan tíman að
að þessi ríkisstjórn myndi sitja út kjörtímabilið. Og ég tel að eins og staðan var fyrir nokkrum vikum síðan að þá var það fyllilega raunhæft. Þá hefðum við getað komist í gegnum þennan björgunarleiðangur sem við erum í og stillt hlutunum upp á nýtt og náð hér ellu ástandi í þjóðfélaginu fyrir kosningar. Ég taldi hins vegar fyrir stuttu síðan, það rann það upp fyrir mér að það var ekki raunhæft að halda út allt kjörtímabilið. Þá var það best að mínum dómi að kjósa næsta vetur eftir að megin hlutin af björgunaráætluninni væri komin til framkvæmda og rannsóknarskýrslan sem nú er verið að vinna á vegum Alþingis væri orðin opinber. Þá hefði verið rétt í tíminn. Það var ekki grundvöllur fyrir þessu og þess vegna verða allir að sætta sig við það að það eru kosningar núna í vor. Það verður kosningar núna í vor og við sjálfstæðismenn erum að búa okkur undir það, en ég hefði óskað þess að þessi ríkisstjórn hefði getað setið áfram að kosningum og jafnvel eftir það ef að allt hefði verið eins og það var í upphafi. En gáðu þið þá gestir forsætisráðuneytið gegn? Efnahagsáætlunin sem þið hafið sett fram þessi ríkisstjórn, óttastu að það eigi eftir að fara illa fyrir þeirri áætlun? Nei, ég óttast bara að allt los og stjórnleysi í kringum þetta dragi úr trúverðuleikanum og minnki möguleikana á því að þessi áætlun skili þeim árangri sem henni er ætlað að gera. En af hverju gáfu þið ekki eftir forsætisráðuneytið ef það var svona mikilvægt að stjórnin héldi fram að kosningum? Það er fullkomlega óeðlileg krafa að flokkur sem er miklu stærri en hinn gefi eftir forsætisráðuneytið í ríkisstjórn þar sem flokkarnir hafa jafn marga ráðherra. Við gáfum það eftir í síðustu við stjórnarmyndun að ráðherraflokkar yrðu jafn margir. Þá náttúrulega var sjálfgert að forystan yrði hjá Sjálfstæðisflokknum og það er okkar venja hér á Íslandi að stærri flokkurinn fari með. Við sömdum um það með Framsóknarflokknum árið 2003 við upphafi nýs kjörtímabils að hann tæki yfir stjórnarforystu eftir tiltekinn tíma. Það var allt annað mál heldur en nú er verið að gera kröfu og ég tel að Samfylkingin hljóti að hafa gert sér það ljóst að þessi krafa var með öllu óaðgengileg. Ég held að allir sem kom að því að móta þá kröfu hefði vitað að henni yrði hafnað. Eftir fundir með Ingibjörgu áðan, heyrist þér á henni að sé einhver raunhæfur möguleiki á þjóðstjórn eins og þú ert að lýsa og þá undir forsæti Sjálfstæðisflokksins? Ég tel að hún muni taka með ábyrgum hætti á öllum slíkum hugmyndum og að ég var ekki var við annað en að hún væri tilbúin að ræða það eins og ég tel að öllum forystumönnunum sé skylt. En hefði ekki verið skynsamlegt að segja að Samfylkingin hafi ekki haft þrek í þetta. Berð þú enga ábyrgð á því að ríkisstjórnin undir þinni forystu liðist í sundur? Ég ber ekki ábyrgð á því að Samfylkingin er í tætlum sem stjórnmálaflokkur. En hefði það ekki við þær aðstæður sem eru núna í samfélaginu, hefði það ekki verið skynsemi af hálfu Sjálfstæðisflokksins að gefa eftir forsætisráðherrastólinn? Nei, við teljum það ekki vera. Við fórum rækilega yfir það á þingflokksfundi í morgun. Okkur finnst að þetta sé fullkomlega óeðlileg krafa. Ég hef hins vegar sagt það að ef að mín persóna er vandamál í þessu sambandi að þá er ég tilbúin að víkja fyrir mínum varaformanni sem er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og við hefðum verið tilbúinir í slíka breytingu og þá hefði ég vikið fyrir henni. Aðalatriðið okkar er það að forystan átti að vera í höndum Sjálfstæðisflokksins. Voruð þið búin að fallast á aðrar kröfur Samfylkingarinnar eins og blaðamaður hefur liðin að maður reyna að spyrja það til dæmis með Seðlabankana, það eru skipt út fólki þar? Ég lít ekki svo á að Samfylkingin hafi verið að stilla upp kröfum, það voru umræðu atriði, bæði frá okkur og þeim. Ég er sannfærður að við hefðum náð niðurstöðu í því efni varðandi öll þau atriði, þar á meðal Seðlabankann. En mér langar að fylgja spurningar mér síðan áðan og þú svaraðar hann ekki skýrt. Berð þú enga ábyrgð á því að ríkisstjórnin liðist í sundur undir þinni forystu? Ekki eins og aðdragandi þessa máls er, vegna þess að það er fyrst og fremst titringur, óánægja, upplausn og ágreiningur innan Samfylkingarinnar sem að vera þess valdandi að þetta ástand hefur nú skapast. Samfylkingin er í raun og veru ekki einn stjórnmálaflokkur, heldur nokkrir flokkar. Formaður flokksins hefur verið það lím sem hefur haldið þessu saman, en því miður virðist það ekki duga til nú eins og sakir standa. Hvenær rann það upp fyrir þér, Geir, að þessu stjórnarsamstarfi væri eiginlega lokið? Já, ætli það ekki verið í
í gærkvöldi og í morgun. En ertu vongóður að ná samkomulagi við formenn allra flokka hér á Alþingi samstarf? Ég get ekki engu svarað til það. Ég bara treysti því bara að allir stjórnmálafóringjarnir í landinu muni reyna að axla ábyrgðina sem fylgir því að sitja hér í forystuhlutverki í þinginu. Þú ert nefndur í einu erlendu blaði sem einn af 24 sem að berða ábyrgð á heimskreppunni. Hvernig líst þér á það? Já, þú segir nokkuð. Með Bush og fleirum, Greenspan. Já, maður aldeilis komin í félagsskap. Gefur þér einhvern lengri tíma en daginn í dag til að ræða við hina flokkana áður en að þú ákveður að fara út á Bessastaði? Nei, ég mun hringi forseta Íslands núna á þessum viðtölum loknum og ég mun þá einnig hafa samband við formennina og síðan verðum við að tímasetja þessa hluti eftir því sem hægt er. Hversu hratt er þetta að gerast? Þetta þarf auðvitað að gerast hratt en það er ekki klukkutíma spursmál. Væntanlega mun forsetinn óska eftir því að hér sitji starfsstjórn, ríkisstjórnin sitji að minnst hluta af henni áfram sem starfsstjórn og sinni því sem sinna þarf, þó ekki séum að ræða meiri átt pólitískar ákvarðanir. Það er venjan í okkar stjórnkerfi og þá nota menn þá daga sem að framundan eru undir slíkri stjórn til þess að finna einhverja varanlegri lausn. En auðvitað snýst þetta núna það að koma því svo fyrir að það sé hægt að undirbúa kosningar með eðlilegum hætti í landinu og missa ekki frá sér, eins og ég hef þegar sagt, það starf sem nú verið að vinna í efnahags- og fjármálum þjóðarinnar. Hvaða áhrif hefur þetta mögulegt framtíðarsamstarf þessara tveggja flokka í ríkisstjórnum að loknum næstu kosningum til dæmis? Það verður bara að koma í ljós. Ég get ekkert svarað því núna. Kemur til greina að flýta kosningunum? Það er ekki búið að ákveða kosningadaginn, þannig að við getum ekki svarað neinum það. Það er eitt af því sem formenn flokkana þurfa að ræðum. Já, ég geri það. Geir, voruð þið ekki bara blind á skortin og trúnaðartraustinu? Jafnvel þótt þið værið að vinna góð verk í efnahagsmálunum og bjarga því sem bjarga verður eftir að þá verðist bara trúnaðarbresturinn hafa verið svo mikill eins og birtist hér út í þjóðfélaginu og torgum og svo framvegis að þið voru kannski of blind á það eða? Já, þetta er þín fullyrðing. Nei, ég spyr bara, þetta er bara mín spurning. Sko. Já, ég get ekki svarað. Hvernig metur þú það? Ég er ekki sammála þessari fullyrðingu. Bauðst þú það í viðræðum við Ingibjörgu Sólrúnu að stíga til hliðar og Þorgerður Katrín tæki við sem forsætisráðherra? Já, ég ger það. Hún féllst ekki á það? Hún féllst ekki á þannig. En þú gerir kröfu sem að verða annarkvort þú sjálfur forsætisráðherra í þjóðstjórn eða Þorgerður Katrín ef það verði þá með þátttöku Sjálfstæðisflokksins? Já, það er nú ekki rétt að tala kröfur í þessu sambandi. Það er bara venja, af því markið sem ætlar að tala venju varðandi þjóðstjórnum í Íslandi að það er nú ekki verið nema einn að stærsti flokkurinn stýri henni og það eru svipuð fordæmi erlendis frá í þeim efnum. Það væri bara það eðlilega en þetta er náttúrulega allt ótímabært og auðvitað eru aðrir kostir í stöðunni ef aðrir flokkar vilja mynda einhvers konar minnihlutastjórnir eða aðrar útgáfur. Sjálfstæðisflokkur ræður þessi ekki einn. En hvað með utanþingsstjórn? Ég tel að það væri lakasti og versti kosturinn. Ég tel að þeir sem hafa verið kjörnir til forystu á Alþingi verði að axla ábyrgðina sem því fylgir og sjá landinu fyrir stjórnhæfri forystu. Kemur þetta allt saman í ljós núna á allra næstu dögum? Já, það mun gera það. Hittirðu forsetann í dag? Það liggur ekki fyrir. Ég þarf að hafa samband með hann og kanna það. Hafa aðilar hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum lýst yfir áhyggjum af því að hér myndaði stjórnarkreppa? Nei, þeir hafa ekkert lýst sérstökum áhyggjum yfir því. Þeir auðvitað ganga út frá því að það verið staðið við það sem búið er að skrifa undir gagnvart þeim og ég treysti því að hvaða ríkisstjórn svo sem mun setja hér, hún víki ekki af þeirri braut sem hefur verið mörkuð vegna þess að það er í þjóðarhag og það er þjóðarvoði ef við sleppum því. Bendi ykkur ágætt að grein í Morgunblaðinu í dag eftir Ingvar Kristinsson í því sambandi. En Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn skiptir sér ekki af stjórnmálum þar sem hann er að störfum og það má einu gilda fyrir sjóðinn hverjir eru hér ráðherrar ef að stefnunni er fylgt eftir. Það er minnst á það einmitt í þeirri grein að það eigi að borga erlendar skuldir þjóðarinnar. Við getum ekkert vikist undan því sem síðu þjóð og er viljið til þess til dæmis inn í Seðlabanka og annar staðar að borga erlendar skuldir. Til dæmis Icesave eða einhverjar aðra skuldir. Og það þarf að gera greinarmun á skuldum einkaaðila og ríkisins. Ríkið stendur við alla sína skuldbindingar og hefur alltaf gert og mun ævinlega að gera. Ég leyfi mér að fullyrða það fyrir hönd allra
núverandi og væntanlegra stjórnvalda hér. Hvað varðar skuldir einkaaðila þá það ekki málefni ríkisins og það það sem verður að vinna úr í bönkunum á vettvangi skilanefndanna, hvernig best verður komið til móts við þá sem hafa lánað bönkunum, lánadrottna og annað. Það verið að vinna í því en auðvitað skiptir mjög miklu máli fyrir okkur sem þjóð og fyrir okkar efnahag að það sé staðið að þessu öllu saman með trúverðugum hætti bæði það sem snýr að ríkinu og það sem snýr að bönkunum þannig að við getum byggt hér aftur upp það traust í alþjóðlegum viðskiptum sem við þurfum á að halda og í samskiptum við erlenda banka. Ein spurning í lokin. Nú stjórnarsamstarfi ykkar formlega lokið í dag 27. janúar og Davíð Oddsson ennþá í Seðlabankanum. Já, ég veit ekki betur en að það sé rétt hjá þér. Þið hefur ekki gert neina breytingar þar á? Nei, við hefum ekki gert neina breytingar á því. Það var ekki gert áður en að þessi stjórn hættir. En við erum sem sagt sammála að þessu ljúki með þessum hætti og við getum ekki greint frá því að við kvöddumst með kossi eins og við byrjuðum þetta fyrir 1,5 ári síðan. Takk fyrir þetta, Geir Haarde forsætisráðherra. Svo mörg voru þau orð. Þetta eru svo sannarlega söguleg tíðindi sem við erum með hér í dag. Nú, Geir Haarde var að lýsa því fyrir okkur að samstarfi Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins lokið. Það var að loknum alþingiskosningunum 2007. Fimmtudaginn 17. maí þá lauk 12 ára stjórnarsamstarfi Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks og strax sama dag hófust stjórnarmyndunar viðræður Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins og formlega var ritað undir það á Þingvöllum miðvikudaginn 23. maí tæpri viku síðar og núna rúmlega 1,5 ári síðar þá stjórnarsamstarfinu lokið. Baldur Þórhallsson, þetta eru stórtíðindi í dag. Já, heldur betur, kannski ekki svo óvænt eftir að spurðist út að Samfylkingin gerði kröfu að fá forsætisráðherrastólinn. Sú krafa var rauninni þess eðlis að það var mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ganga henni. Hún rauninni hefði þýtt að Sjálfstæðisflokkurinn væri að segja við höfum ekki stýrt þjóðarskútunni nógu vel síðastliðna daga frá því að fjármálakreppan skall á. Samfylkingin betur til þess fallin. En nú lagði Geir mikla áherslu á það að þeir hefðu aldrei samþykkt að láta eftir forsætisráðherrastólinn. En það ekki skynsamlegt við núverandi aðstæður að brjóta odd á aflæti sínu og gefa eitthvað eftir? Fyrst viljinn var svona mikið til þess að halda þessu stjórnarsamstarfi áfram. Það náttúrulega, menn kannski líta það mismunandi augum. Hins vegar það náttúrulega bara þannig að eins og Geir nefndi að Sjálfstæðisflokkurinn hefur stýrt þessari ríkisstjórn, annað hefur ekki verið samið og það var mjög erfitt pólitískt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ganga þessari kröfu, því það hefði verið rauninni þýtt að hann væri að segja við höfum ekki staðið okkur nógu vel, Samfylkingin betur til þessi fallin að stýra forsætisráðuneytinu og ég ger nú ástæðan fyrir því að Samfylkingin setur þessa kröfu fram náttúrulega sú að hún á möguleika á myndun annarra ríkisstjórnar að Framsóknarflokkurinn hefur boðist til að styðja minnihlutastjórn með Samfylkingu og Vinstri grænum og Ingibjörg Sólrún, formaður Samfylkingarinnar, getur orðið forsætisráðherra í svona ríkisstjórn fyrir lok þessara viku og það náttúrulega ástæðan fyrir því að Samfylkingin gerir þessa skýru kröfu gagnvart Sjálfstæðisflokknum. En þannig að þú ert í rauninni að segja að þjóðstjórn sem að Geir Haarde var að minnast á með þáttöku allra flokka hér á Alþingi, það sé ekki líklegt að það nái saman. Í stjórnmálafræðingar vilja nú helst ekki spá, en ég held að í augnablikinu lítið að það það sé miklu meiri líkur að því að það verði hér myndu minnihlutastjórn með Samfylkingu og Vinstri grænum með á stuðningi Framsóknarflokksins og ég ger nú ráð fyrir að viðræður milli þessara þriggja flokka séu lengra á veg komnar heldur forystumenn þeirra vilji gefa upp í dag og muni gefa upp. Því við vitum það að þingmenn þessara flokka hafa verið að tala saman undanförnum dögum, þannig að þessi ríkisstjórn í spilunum eins og Takk kærlega fyrir þetta, Baldur Þórhallsson. Við ætlum að bregða okkur hérna í annað herbergi en ætlum að skipta upp í efstaleiti á meðan. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Við eigum von á viðbrögðum formanns Samfylkingarinnar við þessu öllu saman, en skulum kannski valhoppa yfir eitt og annað af því sem að Geir sagði við ykkur á þessum stutta fréttamannafundi. Stjórnarsamstarfinu lokið þar sem að Samfylkingin hefði sett óaðgengileg skilyrði að þau tækju við forsætisráðuneytinu. Hann sagði að það hefði ekki komið til greina, hann hefði hins vegar boðið það að ef þetta snerist hans persónu að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tæki við því embætti en það hefur greinilega ekki nægt til. Hann sagði að það væri algjörlega
útilokað að stærri flokkur eftirléti minni flokki í stjórnarsamstarfi forsætisráðherra embættið. Hann sagði að ástæða fyrir þessum stjórnarslitum væru innanhús átök í Samfylkingunni. Þau hefðu ekki farið fram hjá neinum undanfarna vikur. Þau hefðu gert allt starf ríkisstjórnarinnar erfiðara og mönnum erfitt fyrir. Ingibjörg Sólrún hefði verið fjarverandi og það hefði haft mjög neikvæð áhrif á hópinn og hann bætti því við nokkru síðar að hann bæri enga ábyrgð á því að þessum stjórnarslitum og þessum örlögum ríkisstjórnarinnar því Samfylkingin væri í tætlum. Hann talaði að það væri málefnalegur grunnur fyrir áframhaldandi samstarfi þessara ríkisstjórnarflokka og það hefði raunar verið besta lausnin en það hefði ekki verið hægt, því hefði ekki verið viðkomið. Hann þakkaði Ingibjörgu Sólrúnu sérstaklega fyrir samstarf sem ekki hefði borið skugga á og sagði að loknum fundi þeirra núna rétt áðan í þinghúsinu þar sem að gengi varfar þessum stjórnarslitum þá hefðu kvaðist með kossi. Í raun og veru hafið þetta samstarf með kossi og lokið í með kossi líka. Hann sagðist myndu hafa samband við skrifstofu forseta Íslands nú von bráðar og líklega fer hann þá á fund forsetans í dag þar sem hann mun biðjast lausnar. Hann bjóst sjálfur við því að einhvers konar starfsstjórn yrði sett á laggirnar og talaði að þjóðstjórn væri besta lausnin þá undir forsæti sjálfstæðismanna. Því miður væri nú komin upp sú staði sem hann hefði óttast mest að það væri stjórnarkreppa í landinu ofan á efnahagskreppuna sem að léki okkur illa. Samfylkingin hefði ekki haft þrek til að ljúka því starfi sem ríkisstjórnin hóf. Það skipti nú miklu að missa ekki taktinn í þeirri efnahagsáætlun sem að hrundið hefði verið af stað í samvinnu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og mikilvægt að tapa ekki tiltrú utan landsteinana. Það hefði runnið fyrir sér fyrir skömmu að ekki hefði verið raunhaft að halda samstarfi ríkisstjórnarflokkana út kjörtímabilið afsakið en að hann hefði kosið að afsakið slæm hverið ég byrst forlát en að best hefði verið að kjósa næsta vetur þegar að bankaskýrslurnar væru komnar og öll köll komin til grafar. Og sveimir ef röddin ekki að hverfa hérna. Hann sagðist sjálfur hafa verið tilbúin að víkja fyrir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og við vorum bara að vona að röddin komi hérna áður en ég gefst upp og að þetta snúist allt saman sem mest að koma því svo fyrir að hægt sé að undirbúa kosningar í vor jafnframt því að halda áfram þeirri vinnu sem hafin var til þess að reisa við efnahagur landsins. Við skulum aðeins heyra brot af því sem hann sagði við okkur rétt áðan. Stoppa þess. Ég vil aðeins greina ykkur frá því að það er niðurstaða milli okkar formanna stjórnarflokkana að þessu stjórnarsamstarfi sé lokið. Var þetta einróma ákvörðun í þínum þingflokki? Við höfum rætt saman helgina og í dag við formenn flokkana og það er fyrst og fremst eitt skilyrði sem að Samfylkingin setur sem að er óaðgengilegt fyrir okkur sjálfstæðismenn og það er það að stjórnarforustan flytjist frá sjálfstæðisflokki til Samfylkingar. Það var ekki samið þegar að gengið var til stjórnarsamstarfsins og kemur ekki til greina af hálfu okkar í sjálfstæðisflokknum. Það hefur ekkit kannski farið á milli mála að það hafa verið mikil innanflokks átök í Samfylkingunni upp á síðkastið. Þau hafa gert okkur erfitt fyrir í samstarfinu. Ingibjörg Sólrún hefur þurft að vera töluvert fjarverandi vegna sinna aðstæðna og það er reynslan að fjarvera hennar hefur alltaf að þeir virðist mjög neikvæð áhrif á hópinn og við sáum það í síðustu viku með fundinum sem að haldin var í Þjóðleikhúskjallaranum og öðrum atburðum á vettvangi Samfylkingarinnar að þar stemdi hugur manna í stjórnarslit. Er þetta vonbrigði? Við teljum að það hefði hins vegar verið málefnalegur grundvöllur fyrir áframhaldi. Stjórnin hefur unnið vel og skipulega frá bankahruninu að því að undirbúa endurreisn og uppbyggingu í samfélaginu. Það hafa verið það bil 100 atriði, lagabreytingar, reglugerðarbreytingar og stjórnvaldsákvarðanir sem að hafa komið til framkvæmda eða verið ákveðnar á þessum tíma
Auðvitað er ekki hægt að gera kraftaverk á hverjum einasta degi, allir sjá það, en stundum stendur upp á okkur svo krafa að gera það. Ég vil bæta því við að ég vil þakka Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur persónulega fyrir það samstarf sem við höfum átt, sem ekki hefur borið skugga á. Ég tel að það samstarf hafi gefið afar góða raun og ég er þakklátur henni fyrir okkar persónulega samband á meðan þessi ríkisstjórn hefur setið. Það sem tekur nú við er það að ég mun hafa samband við forseta Íslands og ganga á hans fund, vonandi seinna í dag, til að biðjast lausnar fyrir mig og mitt ráðuneyti. Ég mun áður reyna að eiga fund með formönnum allra stjórnmálaflokka hér á Alþingi til þess að fara yfir stöðuna í þeirra hóp og ég tel að eina raunhæfa niðurstaðan núna úr því sem komið sé einhvers konar þjóðstjórn, þar sem að flestir eða allir flokkarnir koma að. Því miður hefur það gerst sem að ég óttaðist allan tíman frá því að bankahrunið varð í byrjun október, að stjórnarkreppa myndi bætast ofan á efnahagskreppuna og fjármálakreppuna. Því miður hefur þetta nú gerst. Ég tel að Samfylkingin hafi ekki haft þrek til að ljúka þessu samstarfi með eðlilegum hætti og ganga til kosninga í vor. Það verður að skrifast á hennar reikning. En núna skiptir höfuðmáli að við missum ekki úr taktinn í efnahagsáætluninni sem í gangi á okkar vegum og alþjóða gjaldeyrisjóðsins. Skiptir mestu máli að við töpum ekki frekari tiltrú út á við og að stjórnmálaöflin í landinu komur sér saman að stjórna landinu með ábyrgum hætti fram yfir kosningar sem væntanlega verða í maí. Þetta er verkefni núna framundan og við sjálfstæðismenn að sjálfsögðu hlaupum ekki frá því. Eru þið tilbúin að sitja með ráðherra í þjóðstjórn? Við erum tilbúin til þess, já. En er þetta vonbrigði, Geir? Nei, undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Er þetta vonbrigði, Geir, þessi málalok? Já, auðvitað er það vonbrigði. Ég hafði gert mig grein fyrir því allan tíman að þessi ríkisstjórn myndi sitja út kjörtímabilið. Og ég tel að eins og staðan var fyrir nokkrum vikum síðan að þá var það fyllilega raunhæft. Þá hefðu við getað komist í gegnum þennan björgunarleiðangur sem við erum í og stillt hlutunum upp á nýtt og náð hér ellu ástandi í þjóðfélaginu fyrir kosningar. Ég taldi hins vegar fyrir stuttu síðan, það rann það upp fyrir mér að það var ekki raunhæft að halda út allt kjörtímabilið. Þá var það best að mínum dómi að kjósa næsta vetur eftir að megin hlutin af björgunaráætluninni væri komin til framkvæmda og rannsóknarskýrslan sem nú er verið að vinna á vegum Alþingis væri orðin opinber. Þá hefði verið rétt í tíminn. Það var ekki grundvöllur fyrir þessu og þess vegna verða allir að sætta sig við það að það eru kosningar núna í vor. Það verður kosningar núna í vor og við sjálfstæðismenn erum að búa okkur undir það, en ég hefði óskað þess að þessi ríkisstjórn hefði getað setið áfram að kosningum og jafnvel eftir það ef að allt hefði verið eins og það var í upphæfum. En gáðu þið þá gestir forsætisráðuneytið gegn? Efnahagsáætlunin sem þið hafið sett fram þessi ríkisstjórn, óttastu að það eigi eftir að fara illa fyrir þeirri áætlun? Nei, ég óttast bara að allt los og stjórnleysi í kringum þetta dragi úr trúverðuleikanum og minnki möguleikana á því að þessi áætlun skili þeim árangri sem henni er ætlað að gera. En af hverju gáfu þið ekki eftir forsætisráðuneytið ef það var svona mikilvægt að stjórnin héldi fram að kosningum? Það er fullkomlega óeðlileg krafa að flokkur sem er miklu stærri en hinn gefi eftir forsætisráðuneytið í ríkisstjórn þar sem flokkarnir hafa jafn marga ráðherra. Við gáfum það eftir í síðustu við stjórnarmyndun að ráðherraflokkar yrðu jafn margir. Þá náttúrulega var sjálfgert að forystan yrði hjá Sjálfstæðisflokknum og það er okkar venja hér á Íslandi að stærri flokkurinn fari með. Við sömdum um það með Framsóknarflokknum árið 2003 við upphafi nýs kjörtímabils að hann tæki yfir
stjórnarforystu eftir tiltekinn tíma. Það var allt annað mál heldur en nú verið að gera kröfu og ég tel að Samfylkingin hljóti að hafa gert sér það ljóst að þessi krafa var með öllu óaðgengileg. Ég held að allir sem kom að því að móta þá kröfu hefði vitað að henni yrði hafnað. Eftir fundir með Ingibjörgu áðan, heyrist þér á henni að sé einhver raunhæfur möguleiki á þjóðstjórn eins og þú ert að lýsa og þá undir forsæti Sjálfstæðisflokksins? Ég tel að hún muni taka með ábyrgum hætti á öllum slíkum hugmyndum og að ég var ekki varð við annað en að hún væri tilbúin að ræða það eins og ég tel að öllum forystumönnunum sé skylt. Það hefði ekki verið skynsamlegt. Þú segir að Samfylkingin hafi ekki haft þrek í þetta. Berð þú enga ábyrgð á því að ríkisstjórn undir þinni forystu liðist í sundur? Ég ber ekki ábyrgð á því að Samfylkingin í tætlum sem stjórnmálaflokkur. En hefði það ekki verið við þær aðstæður sem eru núna í samfélaginu, hefði það ekki verið skynsemi af hálfu Sjálfstæðisflokksins að gefa eftir forsætisráðherrastólinn? Nei, við teljum það ekki vera. Við fórum rækilega yfir það á þingflokksfundi í morgun. Okkur finnst að þetta sé fullkomlega óeðlileg krafa. Ég hef hins vegar sagt það að ef að mín persóna vandamál í þessu sambandi, að þá ég tilbúin að víkja fyrir mínum varaformanni sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og við hefðum verið tilbúinir í slíka breytingu og þá hefði ég vikið fyrir henni. Aðalatriðið okkar það að forystan átti að vera í höndum Sjálfstæðisflokksins. Voruð þið búin að fallast á aðrar kröfur Samfylkingarinnar eins og blaðamaður hefur liðin á mér að spyrja það, til dæmis með Seðlabankana, það skipt úr fólki þar? Ég lít ekki svo á að Samfylkingin hafi verið að stilla upp kröfum, það voru umræðuatriði, bæði frá okkur og þeim. Ég sannfærður að við hefðum náð niðurstöðu í því efni varðandi öll þau atriði, þar á meðal Seðlabankann. En mér langar að fylgja eftir spurningunum minn síðan áðan, þú svaraðar hann ekki skýrt. Berð þú enga ábyrgð á því að ríkisstjórnin liðist í sundur undir þinni forystu? Ekki eins og aðdragandi þessa máls vegna þess að það fyrst og fremst titringur, óánægja, upplausn og ágreiningur innan Samfylkingarinnar sem að vera þess valdandi að þetta ástand hefur nú skapast. Samfylkingin í raun og veru ekki einn stjórnmálaflokkur, heldur nokkrir flokkar. Formaður flokksins hefur verið það lím sem hefur haldið þessu saman, en því miður virðist það ekki duga til nú eins og sakir standa. Hvenær rann það upp fyrir þér, Geir, að þessu stjórnarsamstarfi væri eiginlega lokið? Já, ætli það ekki verið í gærkvöldi og í morgun. En ertu vongóður að ná samkomulagi við formenn allra flokka hér á Alþingi samstarf? Ég get ekki engu svarað til það. Ég bara treysti því bara að allir stjórnmálaforingjarnir í landinu muni reyna að axla ábyrgðina sem fylgir því að sitja hér í forystuhlutverki í þinginu. Þú ert nefndur í einu erlendu blaði sem einn af 24 sem að bera á. Já, og þá skulum við venda hvað okkur í kross og kannski bara ringja jafnvel og fara niður á Alþingi þar sem að Þórdís Atlarsdóttir búin að næla í Jóhanna Sigurðardóttur sem skilst að Ingibjörg Sólrún hafi viljað að yrði forsætisráðherra fram að kosningu. Já, nú ert þú að flýta fundi, ég veit það, en mér skilst að það hafi meðal annars steitt á þér, þetta þessi tillaga sem að Ingibjörg bar upp við Geir H. Haarde að þú myndi leiða verkstjórn fram að kosningum. Hvernig líst þér á það að þetta hafi ekki gengið eftir? Ég held að nú stranda á mörgu öðru. Meðal annars lögðum við megin áherslu á það að það yrði sama hreingerning í Seðlabankanum eins og var í fjármálaeftirlitinu og það náði ekki fram að ganga. En hún hefur sagði núna áðan hérna á fundinum að þetta tilboð þótt að Sjálfstæðisflokkurinn hefði hafnað í, það að tilboð með þig sem verkstjóra og að hreinsun í Seðlabankanum að það stæði og aðrir flokkar gætu svo sem hugleitt það til þess að koma til samstarfs. Bindur þú vonið við það? Já, ég bara með þetta traust sem að formaður sýnir mér og tilbúin til þeirra verka sem nauðsynlegt að fara í. Og hún á hlaupum. Vonandi til góðra verka, hún að flýta sér á fund þannig að við getum ekki talað meira við hana hér en hún fór yfir þetta alveg skref fyrir skref, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir á blaðamannafundunum sem að nú stendur og við ætlum að spila svo hann fyrir ykkur eftir bara örfáa mínútur í sjónvarpinu. Og það auðvitað hægt að hafa þá sögu langa eða stutta eftir atvikum en það auðvitað að segja þá sögu eins og hún að á undanförnum vikum og kannski einhverjum mánuðum hafa hlutir ekki gengið fram með þeim hætti sem við hefðum viljað sjá, meðal annars í Samfylkingunni. Við teljum að mörg verk hafi ekki komist í framkvæmda eins hratt og vel og við hefðum viljað
og ýmsar ákvarðanir sem að teknar hafa verið í ríkisstjórninni að þær hafi svona lent í dálítlum undandrætti og það hafi ekki verið nógu öflugt utanumhald utanum ríkisstjórnina á undanförnum vikum og mánuðum og það þurfa að vera hér miklu kraftmeiri aðgerðir í gangi, bæði varðandi fjármálakerfið, bankana, heimilin og að þetta þurfa að ganga miklu hraðar fram og það þurfa að vera mjög öflug og skýr forysta fyrir ríkisstjórn við þær erfiðu aðstæður sem núna eru. Þannig að það velkist enginn í vafa það hvernig verkstjórnarvaldinu er háttað og hvað ríkisstjórnin ætlar sér að gera. Og við þær aðstæður sem núna eru uppi í stjórnmálum þá hefði ég talið eðlilegt að bæði ég og forsætisráðherra að við stígum til hliðar, tækjum okkur leyfi í 1 til 2 mánuði, ég held við hefum bæði gott af því og á meðan að við værum í þessu leyfi og fram að kosningum að þá tæki við öflugur forystumaður sem að leiddi ríkisstjórninni sem verkstjóri í ríkisstjórninni, auðvitað ríkisstjórn sem hefði þá pólitískan stuðning Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar en það væri öflugur og trúverðugur verkstjóri í þeirri ríkisstjórn og mín skoðun er sú og ég hef lagt það til við forsætisráðherra sem að hann hefur það hafnað að það veri Jóhanna Sigurðardóttir sem að leiddi nýja ríkisstjórn fram að kosningum. Jóhanna er einn okkar reyndasti og ástsælasti stjórnmálamaður. Ég held að það viti það allir að hvað sem hún kemur að, það er vinnast verkin. Það dregur enginn í efa að hún hefur mikla þörf og löngun til að takast á við breytingar í kerfinu. Það myndi enginn efast það að það er velt við hverjum steini í því að sjá hvað hefur farið aflaga hér á undanförnum misserum og mánuðum og árum. Hún er reyndur stjórnmálamaður, hún hefur traust, hún hefur trúverðuleika og við hefum viljað sjá hana í forystu fyrir ríkisstjórn fram að kosningum ákveðið tiltekið prógram. Og þetta prógram felur meðalauðvitað annars í sér að það verði gerða breytingar í Seðlabankanum rétt eins og hjá fjármálaeftirlitinu. Þetta prógram felur það í sér að það verði unnið alveg ótrauð, við munum vinna ótrauð að því að áætlun alþjóða gjaldeyrisjóðsins að hún verði að veruleika og við vinnum í ríkisfjármálum eins og þarf að gera. Það verði búinn til hér endurreisnarsjóður heimilanna, ef svo má segja, bjargráðasjóður heimilanna. Það verði farið inn í mjög víðtækar aðgerðir til þess að hjálpa heimilunum og fyrirtækjum í landinu og að þetta prógram getur við sameinast og sammælst en táknrænu breytingar fælust í því að Jóhanna Sigurðardóttir myndi leiða ríkisstjórnina og að það yrðu breytingar á Seðlabankanum strax. Ég held að það sé alveg forsenda þess að fólk hafi trú á því sem við ætlum að gera á næstu mánuðum. Þetta var mitt tilboð og þetta snýst semst ekki mína persónu. Ég vil stíga sjálf til hliðar næsta mánuðin, að minnsta kosti, og hefði talið að forsætisráðherra átti að gera það líka og við ætlum að gefa þetta svið eftir með þessum hætti. Þessu hefur verið hafnað af hálfu Sjálfstæðisflokksins og ég neita því ekki að mér finnst það nokkuð hrokafull afstaða af hálfu Sjálfstæðisflokksins sem að auðvitað ber megin ábyrgð á því hruni sem að hér hefur orðið, ber ábyrgð á því valdakerfi sem hér byggðist upp á undanförnum 17 árum, að við þessar aðstæður þegar við erum tilbúin til þess að starfa áfram með þessum flokki en undir nýrri forystu, að hann skuli ekki hafa í sér þá auðmýkt sem þarf til þess að taka í þessa útréttu hönd. Mér finnst það mjög sérkennileg og kannski lýsa því að flokkurinn er valdakerfi sem að hugsa fyrst og síðast sjálfan sig, en ekki það hvað er best fyrir þjóðina við þessar tilteknu aðstæður. Svo það sem er bara sagt sem mín skoðun. Þetta tilboð mitt sem ég gerði þarna til Sjálfstæðisflokksins, það stendur alveg óháð því hvað flokkar getur komið að þeirri ríkisstjórn. Það stendur það tilboð af minni hálfu að hér verði í landinu ríkisstjórn fram að kosningum undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur. Það er bara spurningin það hvaða flokkar eru þá tilbúin til þess að koma með okkur í þessa vegferð undir hennar forystu á þessum grundvelli með breytingar í Seðlabankanum og fjármálaeftirlitinu og aðgerðir í þágu heimilanna og fyrirtækjana í landinu á grundvelli þeirra áætlunar sem við höfum samþykkt gagnvart alþjóða gjaldeyrisjóðnum. Þetta stendur og svo er bara spurningin eru einhverjir tilbúnir til þess að axla þessa ábyrgð með okkur eða ekki.
Myndu ræða við aðra flokka í dag? Myndu ræða við Steingrím J. Sigfússon og eftir eða? Nú stendur þetta, ég er búin að segja ykkur frá því, hann veit þetta rétt eins og tíð, væntanlega núna. Hver ykkar helsti vilji í þessum efnum? Í þessum efnum? Já. Við erum búin að tala við Sjálfstæðisflokkin, við erum búin að fá afsvar þar. Þá stendur auðvitað eftir Vinstri grænir og Framsókn. Það er ekki annað. En hvað með þjóðstjórn undir forystu? Katrín leit þetta stjórnarsamstarf? Nei, ég tel að það sé okkar útspil var þetta, að það væri bara öflugasti og reyndasti stjórnmálamaðurinn á sviðinu sem það gerði. Ég tel að við þessar aðstæður þá hafi það verið mjög rausnarlegt tilboð okkar hálfu. Samfylkingin í vonum segir Geir Haarde. Já, þetta náttúrulega algjörlega rangt hjá Geir Haarde því að ef hann bara horfði bekki hjá sér að þá ætlum við ekki að fara að gera þessa ríkisstjórn hér að einhverjum vígvelli fyrir formannsframbjóðendur í Sjálfstæðisflokknum og það er auðvitað mjög mikilvægt að þessi skýr forysta hjá þjóðinni núna og það sé ekki verið að bítast bitana. En hann setur ábyrgðina yfir á Samfylkinguna og segir að innanflokks átök og eins og hann orðaði það erfiðar aðstæður hjá Ingibjörgu Sólrúnu hjá þér að það hefði orðið til þess að þessi stjórn er fallin og hann sem sagt leggur ábyrgðina í ykkar hendur og segir að þið Samfylkingar fólk beri ábyrgð á því. Hvað segir þú þessu? Ég segi bara að hann hafnar tilboðinu sem við komum fram með tiltekna forystu, tiltekin verk. Það er bara hans ákvörðun. Verkin eru alveg skýr sem við viljum vinna og þau hafa legið fyrir. Það er engin bilbugur okkur að ráðast í þau. Ég tel að við höfum sýnt allt og mikið langlundargeð í Samfylkingunni, allt frá því í haust. Og núna bara getum við ekki sýnt það lengur. Þjóðstjórn undir forystu Sjálfstæðisflokksins, kemur það til greina eða útilokar það? Ég tel að þetta sé minn fyrsti kostur. Það er ríkisstjórn undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur tiltekin verk og ég bara býð upp á þann kost og svo verður bara að sjá hverju tilbúin að koma með okkur í það. Kemur hitt í greina? Vinstri grænir getur tekið því tilboði. Nú er Steingrímur sjálfsagt í einhverja rúma 100 daga búin að tala um það sé nauðsynlegt að koma hér á þjóðstjórn. Heldur það sé ekki þannig ólíklegt að hann taki þessi tilboði? Ég tel að það sé ekki ólíklegt. Eru margir fleiri betri kostir í stöðunni? Ég sé það ekki. Ég tel að þetta sé eitthvað besti kostur sem við eigum við núverandi aðstæður. Nema menn séu á upptekninu á sjálfum sér og sinni eigin persónu í þessu sambandi. En þið ekki alveg mikið með því að bjóða upp á ykkar mannesku í forsætisráðherrastól og fara að láta þetta snúast stóla en ekki málefni? Þetta snýst málefni, þvert á móti, þetta snýst málefni vegna þess að Jóhanna Sigurðardóttir er auðvitað fyrst og fremst bara symbol fyrir það sem á að gera hérna. Og ef að menn eru sammála málefnin, þar að segja tiltekt í Seðlabankanum og fjármálaeftirlitinu alþjóðagjaldeyrissjóðinn að vinna samkvæmt þeirri áætlun og að fara í endurreisn í þá fyrirtækin í landinu og bjargráðasjóð fyrir heimilin. Ef að menn eru tilbúin í þessi verk, þá veit ég ekki neitt betri til þess að vera í forystu fyrir því heldur í Jóhannu Sigurðardóttur. Sjálfstæðismenn eru ekki sammála um þetta.